Áður en að svona pípa tekin rekstur þá þarf að hreinsa rænan og þetta 4 km löng pípa sem er 1 metr í þvermál sem ansi mikið og við hreinsum þær venjulega með því að blása gufu í gegnum þær. Og af því hún opin í annan endan þá þetta þrýstingslaust og þá meiri hraði á gufunni heldur en í venjulegum rekstri. Og í þessu tilfelli þá erum við sennilega að blása gufunni í gegnum hann á ca. 200 km hraða. Og það á að duga til þess að hreinsa allan skít úr pípunni og eins ef það ryð eða suðupinnar eða eitthvað drasl inn í henni að þá á þetta að skolast út núna og við erum þá að koma í veg fyrir þetta að fara í viðkvæma búnað sem er neðar í virkjuninni. Við höfum í rauninni umfram gufu út í Hverahlíð sem við höfum ekki á Hellisheiðarsvæðinu almennt. Eftir að hafa keyrt þá pípu í rekstri í þennan tíma þá þykir ljóst að við höfum næga orku í Hverahlíð til þess að bæta við annarri pípu og auka þar með magnið sem kemur úr Hverahlíðinni. Þessi pípa á að geta flutt alltaf 160 kg sem eru upp undir 2 vélar. Hverahlíðin er reiknuð til þess að geta gefið upp undir 200–220 kg af gufu. Afköstin eru augljóslega aðeins meiri með báðum pípunum en það gefur okkur bara sveigjanleika í rekstri þegar við erum í viðhaldsstoppum og öðru slíku að þá getum við sótt gufuna hingað ef önnur svæði þurfa að fara úr rekstri. Ástæðan fyrir því að við erum að fara út í Hverahlíð og sækja orkuna þangað er svo að við höfum í rauninni verið að yfirkeyra Hellisheiðarsvæðið og hérna í kringum Hellisheiðarvirkjun og höfum verið í rauninni verið að taka meira upp úr svæðinu heldur en það þolir til lengri tíma. Með því að færa okkur út í Hverahlíð þá getum við minnkað álagið hérna og björtustu vonir eru þær að það nái þá að jafna sig einhverju leyti. Tími verður bara að leiða það í ljós. Uppbygging á virkjuninni hófst hérna á 2005. Þá var fyrsta gufuveitan byggð hérna niður frá Skýlustöð 1 og út að Hellisheiðarvirkjun. Og síðan þá erum við búin að leggja ca. 50 km af gufupípum hérna á Hellisheiðarsvæðinu. Og þær hafa allar verið skolaðar með þessum hætti.